Ég tek sjálfa mig á mynd og verð ekki með hljóð á. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 25. janúar árið 2022 og settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1345 og fer fram í dag 25. janúar rétt 80 árum eftir að hér í bæ fóru fram fyrstu bæjarstjórnarkosningar. En Akraneskaupstaður á 80 ára kaupstaðarafmæli í ár og hlaut kaupstaðarréttindi í upphafi árs 1942. Þann 25. janúar fyrir rétt 80 árum var kosið til bæjarstjórnar og fyrsti fundur bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar fór fram daginn eftir, þann 26. janúar. Í bæjarstjórn voru þá kosnir 9 manns eins og nú og á fyrsta bæjarstjórnarfundi var kosinn forseti bæjarstjórnar og var fyrsti forseti bæjarstjórnar Ólafur B. Björnsson og einnig var á þessum fyrsta bæjarstjórnarfundi fyrir 80 árum ákveðið að auglýsa starf embætti bæjarstjóra laust til umsóknar og síðan var ráðinn sem bæjarstjóri, fyrsti bæjarstjóri Akraneskaupstaðar Arnljótur Guðmundsson. Og á þessum 80 árum, sem að kaupstaðartíma Akraneskaupstaðar, þá hefur þetta gjarnan verið sú leið sem að farin hefur verið með bæjarstjóraembættið, að það hefur verið auglýst og bæjarstjóri ráðinn. En ég ætla hér í tilefni dagsins að lesa ávarp það sem að fyrsti forseti bæjarstjórnar Ólafur B. Björnsson flutti á fyrsta bæjarstjórnarfundinum 27. janúar 1942. Ávarpið ber merki síns tíma, að sjálfsögðu, þarna voru eingöngu karlmenn í bæjarstjórn. Fyrsta konan sem að kjörin var í bæjarstjórn á Akranesi kom ekki til sögunnar fyrr en 1959, Sigríður Auðuns, en í fyrstu bæjarstjórninni sátu 9 kallar og ávarpið kannski ber þess örlítil merki, en það ber líka merki tímans og 1942 geisaði auðvitað heimsstyrjöld og tímarnir voru viðsjárverðir. Sem betur fer stöndum við ekki frammi fyrir slíkum ósköpum í dag, en engu að síður að þá erum við að glíma við alls konar verkefni eins og heimsfaraldur og fleira. Þannig að þó svo að ávarp Ólafs B. Björnssonar beri merki síns tíma þá getum við heimfært það á nútíman, svona að einhverju leyti að minnsta kosti. En ávarpið hljóðar svo. Leið og ég tek að gegna skyldum mínum sem forseti hinnar fyrstu bæjarstjórnar á Akranesi vil ég þakka þann heiður sem þessi virðulega samkunda hefur nú með því sýnt að kjósa mig til hins ábyrgðarmikla starfs. Mér ljóst að þetta starf vandasamt og vafalaust vanþakklátt. Ég vildi því bræður góðir mig að vænta stuðnings yðar og leiðbeininga í hinum ýmsu vandamálum og verkefnum sem leysa þarf. Enda þótt margt hafi verið gert hér á síðustu árum oss öllum ljóst að margt ógert og mikil verkefni sem bíða vor. Hið nýja skipulag, hinn nýji tími, skapar ný verkefni, krefst mikilla átaka til þess að miði nokkuð á leið.
Það veltur því á miklu hvernig vér leggjum grundvöllin, hvað alvarlega vér tökum starf vort, vér sköpum með því fordæmi til góðs eða ills. Tímarnir eru illir og óráðnir, vandinn því miklu mun meiri en oft áður. Það því ekki tími til að leggja árar í bát eða gefast upp. Ég vona að við tökum á verkefnunum með karlmannlegri festu og einbeitni, en þó fyrst og síðast með skilningi og velvilja. Ef svo verður, má vænta nokkurs árangurs fyrir vort unga, fagra bæjarfélag í bráð og lengd. Þannig hófst Kaupstaðarsaga Akraness með þessum orðum og þessari ágætu brýningu þáverandi forseta bæjarstjórnar. Ætlunin að fagna Kaupstaðarafmælinu á þessu ári með ýmsum hætti og hátíðarfundur bæjarstjórnar verður haldinn síðar á árinu, vonandi þegar að við megum koma saman og megum koma fleiri saman og getum boðið gestum til okkar og fagnað afmælinu almennilega og einnig í þeim hátíðarhöldum sem haldin eru í bænum, og menningar- og safnanefnd vinnur að ýmsum hugmyndum og er með margt á sínu borði að skipuleggja hátíðarhöld á þessu afmælisári okkar. En við göngum til dagskrár og ég býð fundarmenn velkomna til fundar. Til fundarins eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar, það Valgarður L. Jónsson sem hér talar og forseti bæjarstjórnar, og bæjarfulltrúarnir Einar Brandsson, Elsa Lára Arnardóttir, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, og hann sér ritun fundagerðar. Fundurinn fer fram í fjarfundi og fundarmenn munu samþykkja fundargerð í lok fundar með rafrænum hætti. En við göngum til dagskrár og fyrsti fundarliður hefur málsnúmer 2102-302, fjárhagsáætlun 2021 viðaukar, er að ræða viðauka númer 37 við fjárhagsáætlun ársins 2021. Bæjarráð samþykkti viðaukann á fundi sínu númer 3485 þann 13. janúar síðastliðinn og viðaukinn samtals á fjárhæð krónur 19.600.000. Bæjarráð vísaði viðaukanum til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið laust fyrsta fundarlið. Það enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 37 við fjárhagsáætlun ársins 2021 að gjöra svo að gefa merki. Hann samþykktur með 9 atkvæðum. Við förum í fundarlið númer 2. Málsnúmer 2201-105, deiliskipulag Sólmundarhöfða, Höfðagrund 5 Sólstofa. Er að ræða umsókn að stækka byggingarreit 22,7 fermetra. Erindið var grenndarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga og samþykki þeirra sem send voru kynningagögn hafa borist. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Og orðið laust annan fundarlið. Það enginn sem að óskar eftir að taka til máls og þá bið ég þá sem að samþykkja tillöguna að gjöra svo að gefa merki. Það líka samþykkt með 9 atkvæðum. Og við förum þá í 3. fundarlið.
Hann hefur málsnúmer 2201-002, þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2022 og lagðar eru fram fundargerðir númer 3485 frá fundi sem fór fram þann 13. janúar síðastliðinn og frá fundi númer 3486 frá fundi sem framfór þann 17. janúar síðastliðinn. Og orðið er laust þessar fundargerðir bæjarráðs. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þar með teljast þessar fundargerðir bæjarráðs framlagðar. Fjórði fundarliður málsnúmer 2201-005 eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2022 og lagðar eru fram fundargerðir númer 225 frá 10. janúar síðastliðnum og númer 226 frá 17. janúar síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Við biðjum orðið, gjörðu svo vel Einar. Já, takk. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að nota tækifærið hér til að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs í sambandi við í fyrsta lagi það er 225 ef ég man rétt, já, fyrir að við samþykktum þetta í hérna bæjarstjórn á síðasta fundi. Mig langar að forvitnast í sambandi við orð formannsins sem féllu á fundi 24. ágúst ef ég man rétt, þar sem við ræddum þetta mál fram og tilbaka. Þar talaði hann að það væri fyrirhugaður fundur með vegagerðinni upp á það að ræða tenging út á þjóðveg og þá hringtorg þar. Ég held að okkur liggi á að fá þessa tengingu, þannig að það væri gott að fá að vita hvað er að því að frétta. Ég held að það sé fyrirsjáanlegt þegar að við hérna förum og opnum leikskólann að þá fáum við töluvert mikið vandamál hvað varðar umferð. Þannig ef er einhverja fréttur af þessu þá er gott að fá að vita eitthvað það. Svo langar mig líka að hvetja til þess í fundargerð 226 liðum 4 og 5. Þar eru starfshóparnir okkar fyrir samfélagsmiðstöðinni og áhaldahúsinu. Ég veit ekki betur en sé búið að samþykkja þetta í flestum ráðum erindisbréfin, þannig að miðað við annað sem við svona höfum orðið var við að þá held ég að sé okkur ekkert að vanbúna annað en að drífa þetta bara á stað þannig að fólk sjáu að við erum að fara í þetta að alvöru og hvet okkur til þess að klára þá vinnu sem þar þannig að þessi hópar fari og byrji sín störf eigi síðar en í helst þessari viku eða næstu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og orðið er þá laust aftur fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel Ragnar. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson lagði fyrir mig hérna 2 spurningar úr þessum 2 fundargerðum sem eru til umræðu. Fyrri spurningin sneri að hringtorginu sem fyrirhugað hérna upp við Akranesveg. Ég get upplýst að samtali við Vegagerðina í gangi. Þeir eru líka
þeir eru líka að vera upplýstir það að við þurfum að taka veginn hann í sundur, lögnin kemur á ofverði. Hönnunin á lögnin því í fullum gangi. Samtalið við Vegagerðina í gangi líka og eftir því sem ég best veit þá hefur Vegagerðin tekið mjög vel í þetta. En það hins vegar viðræðunum ekki lokið. En ég sammála bæjarfulltrúa Einar Brandtssyni að þetta mjög nauðsynleg tenging fyrir Nýjahverfið. Og eins og ég sagði, við komum til með að þurfa að grafa veginn hann allan í sundur. Þannig að ég held að það sé öllum ljóst að það væri mikið hagræði fyrir alla að fara þessa framkvæmd á sama tíma. Þegar lögnin tekin og fara þá í Hringtorgið og það. Hvað varðar erindisbréfin, þá fara þau inn í bæjarráð næst. Og ef fara þau inn í bæjarráð og ég sammálaði að það er mjög nauðsynlegt að þessir hópar byrji sem allra fyrst. Það brýnt verkefni framundan og líka held ég bara mjög gott að þessi vinna hefjist. Því að það er mikilvægt að vel takist til. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Við ræðum fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og orðið er laust að nýju. Ef einhverjir vilja taka til máls. Það er enginn sem að óskar eftir að fá orðið og þar með teljast þessar tvær fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs framlagðar, fundargerð nr. 225 og 226. 50 fundarliður, málsnúmer 2201-003 fyrir fundargerði velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2022 og lögð fram fundargerð nr. 172 frá fundi sem fram fór þann 19. janúar síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem að biður orðið og telst þessi fundargerð þar með framlögð. 7. fundarliður, málsnúmer 2201-057, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2022 og lögð fram 905. fundargerð stjórnar sambandsins frá fundi sem fram fór þann 14. janúar síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem að óskar eftir að fá að ræða hana og telst hún þá þar með framlögð. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Hann var stuttur og snarpur og en eins og framkom í inngangi forseta í upphafi fundar þá stefnum við á almennilegan hátíðarfund í tilefni kaupstaðarafmælisins þegar sóttvarnaráðstafanir leyfa og við getum boðið fleira fólki til þess að fagna með okkur. En dagskráin er tæmd og ég segi þessum bæjarstjórnarfundi slitið.